3-0 tap niðurstaðan, hver bara svona fyrstu viðbrögð? Bara vonbrigði með frammistöðu okkar. Þetta var okkar slakasti leikur í sumar og þessi leikur tapaðist í fyrri hálfleik. Það var bara mjög slakur varnarleikur í þessum 3 mörkum sem við fáum á okkur. Valsmenn fá kannski ekki mikið að færum en við vorum bara flatir og slakir í dag. Svona einmitt bara leið og lendið undir þá fáið strax annað í grímuna, fannst þið það svona nokkurn veginn kannski að eitthvað drepa alla trú hjá þínum mönnum í dag? Það getur verið þetta voru svo ódýr mörk, ég eftir að sjá þarna markið úr hornspyrnunni, mínir menn voru að tala með að vera brot ég sé það sjálfur ekki, ég langar að sjá það, en mér fannst þið bara ekki eiga skilið neitt úr þessu leik, bara vorum linir og þetta aldrei gott að fá þessi mark og ef það kemur mark í kjölfarið þá eru menn náttúrulega að láta það hafa áhrif á sig, en þetta var bara ekki eins og við lögðum leikinn upp og maður er svekktur með það, en það er bara áfram gakk. Svona, margum tala náttúrulega hvað vantar sterkar pósta í þetta lið, búin að missa lykilmenn í meiðsli, svona kannski svektastu með það að hinir sem kannski koma inn í staðinn að þeir séu ekki að stíga upp? Við erum náttúrulega að gleyma, við vorum án Vísendi og Alex Frey í bikarleiknum móti KR sem við unnum og þú veist, leikmenn geta ekkert skilt sig bak við það, við vorum 11 móti 11 og þetta er auðvitað bara sögulínan sem er núna, allir að tala um það, við getum ekki spjarað okkur án Ómars og Ólafs og bara við sem þjálfarar og leikmenn verðum bara að sanna það. En þetta er eitthvað sem ég náttúrulega auðvitað er hugum minn hjá þessum leikmönnum sjálfsögðu en við verðum að fara við verðum að snúa þessu við sem fyrst sjálfir. Eru þið með eitthvað tímalínu hvenær þið vonað þeim aftur eða eigum við kannski ekkert vonað þeim aftur í sumar? Ómar er frá út sumari, það er alveg klárt, en Óliver giska að verði einhverjir 2 mánuðir eða svo og við verðum bara að það eru leikmenn og við sem eru í kringum í liði verðum bara að finna lausnir á því og við reyndum ákveðna hluti í dag og þeir gengu ekki upp þannig að við þurfum bara að fara aftur á tekniborðinu. Fáið F-fæðinga heimsókn í næstu umferð, hvernig horfir það verkefni við þér og hvernig viltu sjá þá bregðast við þessum úrslitum kannski í þeim leik? Ég held að bara við þurfum bara kannski fyrst og fremst þurfum að verjast betur inn í þessu leik og það byrjar alltaf varnarleik þannig að ég held að það sé leikillinn og svo bara svona ákveðin stemming sem er búin að vera í liðinu sumar sem var ekki í dag og ég held að það sé þessi 2 hlutir, bara varnarleikur og ákveðin stemming og hugafars sem við þurfum að snúa við bara strax á morgun. Takk fyrir.